5, 4, 3, 2, 1. Já, góðan og blessaðan daginn, ég heiti Ólafur Einar Sigurðsson, mér er... Viti Junior, eða, já, Viti Junior, flestir vita það. Já. Já, í dag erum við að lýsa leik Útlagar og Djöflum. Heldur betur, vonandi verður þetta spennandi leikur hjá okkur í kvöld. Þetta ég er nú frekar spenntur að horfa á þessi tvö lið spila. Þeir eru með nokkra hörku leikmenn. Ég er sérstaklega að horfa á hann Spírúinn í lið Útlagar. Ég veit að hann er hörkur leikmaður, virkilega góður. Já, ég er sérstaklega að horfa á Super B, bara út í því hann er með Super í nafnu. Það hlýtur að því hann sé góður. Getur ekki verið lélegur með hann innan. Nei. Það bara, það virkar í. Það þarf bara að vera þannig. Ef þú heitir eitthvað Super, það þarf að vera góður. En, förum yfir það sem gerðist í síðustu viku. Já. Eins og við sáum hérna, höfðingi tóku herða við, hvað skilur þú segja við? Höfðingar tóku hreðja 3-0, höfðingar með ríkala góða spilara. Heldur betur. Hreðjarnir duttu nú óheppilega eftir þeim, en eins og við sáum hérna, þetta er staðan í deildinni. Selir í fyrsta sætinu. Undan áætlun, hérna fyrir neðan höfðingja, þá, skiptir yngu, förum yfir. Já, ég horf við mjög. Afsakið þetta, hérna fyrir neðan höfðingja og hérna, við Bölvun tapaði 2-3 á móti Trölla. Klassa, hvernig finnst þér það? Mér fannst það sko vera mjög óöfulegt, persónlega, því ég var að spila í svo leik. Já, ég held að sé ástæðan á hverju tapaðir. Já, heldur það bara. En hérna hinum megin þá höfum við Selir á móti ykkur lið, ég sé ekki hvað Selir á móti Atgerunum, Selirnir unnu 3-1. Já. Stórspil, það voru stórspil frá Törðunmanns, GKR sem unnu þeim þann leik. Já. Og síðan höfum við Dörlar og Silfur. Og Dörlar tóku það 3-0. En núna, staðan. Selir auðvitað efstir 3-0 með 9 stig. Og þegar við fyrir aðeins neða, þá er þetta mjög tæft fyrir fyrsta sæti með Selir og Dörla. Og þegar við fyrir niður, þá kemur Dörlar og höfðingjar, Bölvun. Ég er ekki hissa hvernig þessum gangar svona umræðilega klassi. Síðan höfum við Silfur og kann ekki lesa hitt nafnið. Hreðjar 0-3 með -9. Vonandi gangi betur. En neðri deildin núna?
neðri deildin, leikinir í henni, það voru 3-0 fyrir kartöflunum og Dugsunum. Stór spil frá Fessanum og Endurtat. Svo var það 1-3 fyrir Djöflar á móti Berserkir. Hörkuleikur. Já, síðan höfum við Ullar á Hemd. Hemd tók það 3-0. Og núna eins og við sjáum hérna, Ullar og Djöflar eru að fara að spila núna. Svo við skulum sjá hvernig sá leikur fer. En síðan höfum við... Hvað sé? Ok. Já, síðan hefur við staða í neðri deildinni. Hemd eins og í efstir. 3-0, 9 stig og kartöflur líka. Og Djáknar, held ég. Síðan kemur Djöflar og Þjórbjörn 2-0 með 2-1 mynd ég, afsækja þetta. Berserkir og Útlægar með 1-2, Símon Gummi Draugar, Mústar og Öxar 0-3. Heyrðu, þegiðu. En núna skulum við fara yfir næsta, sem leikur vikunar. Við skulum nú sjá hvernig það fer. Óheppi á móti einhverju ágætu liði Tröllin. Þetta var hörkuleikur sem ég verð nú að segja. Ég gat ekki gert meira í honum. Já, bara svona gleitt að heyra sko. En við skulum fara yfir highlightin. Heyrðu, eins og við sáum þarna, þetta var helvítið flott highlight myndband hjá okkur. Ég skal taka allt kredið. Persónulega fannst mér mín highlights verið langfallegust. Nei, heyrðu, hvað sé? En ég vil ekki vera narcissisti. Já, en við skulum fara aðeins betur yfir playerna í liðunum. Við höfum Vörn 1 og Spiroinn á tank fyrir útlagarna. Sjark og Gömlingur
96 á DPS og Wi-Fi á Venusett á support hjá útlegunum. Nice. Já, döflunum, þá erum við Sakila, Asidia, Superbia, Himmi, Ragnarok og Narhún. Kraftmikli leikmenn. Og leikkonur, veit það ekki. Við höfum ekki grænum grunn. Við sjáum bara nöfn, en þetta verður hörkuleikur í neðri deildinni. Og Já. það getur ekki annað verið en að við fáum alveg hrikalegan leik. Já, það rétt vonum við, sko. En þá gleymdir einu, Klassi. Hú? Þú gleymdir að segja hvað roles playerunum voru að spila. Já, fyrirgeðu. Þannig að Sakila og Asidia, þeir eru báðir meistaralegi tankspilarar. Vonandi. Superbee og Himmi, algjörlega fáránlega góðir DPS-spilarar. Ragnarok og Narhún, þeir bara halda öllu lifandi á support. Og Já. það er hvernig þeir stilla sér upp greinlega, vonandi. Já, en við skulum bara rétt að vona að spilarnir sé tilbúnir að fara í leik. Ég er ólega frekar spenntur. Hvað segir þú, Klassi? Ég verð nú bara að segja að þetta verður bara leikur bara ársins. Já, við erum rétt að vona það, sko. Svo það er bara... Við erum nú tilbúinir, það er að styttast í leik. Og heyrðu, hvað gerist nú? Við erum að fara inn á Ilios á fyrsta map. Og þetta verður nú alveg spennandi að sjá. Og fyrir þá sem vita ekki, Ilios er control map, sem þýðir það er bara einn punktur á mappinu sem liðin 2 þurfa að berjast fyrir. Það er King of the Hill. Heldur betur. Og til að byrja þennan leik þá byrjum við í Lighthouse á Ilios. Og það er í miðjunni þá er oft bara spilað eitthvað þannig bull. Og það sem við sjáum við vitan, það er nú punkturinn. En eins og við sjáum hérna. Bæði lið að gera sér tilbúin. Já. Vörnett og Karlinn, ég glemdi nú að lesa hann upp og heyrðu, það er bara að rísa þetta. Jæja þá, það er bara eitthvað. Það er ekki Lighthouse, það er well. Það heldur betur. Eitt af uppáhaldsmöppum mínum. Það er út af því ég spila mikið Lucio á Ilios. Algjör síkopati. Heyrðu nú mig. Það er sko, hérna í miðjunni, þá er bara ein stór hóla. Og ef þú dettur ofan í hana, já, hvíldu í friði maður. Sjáumst í næsta lífi. Þetta er nú, skulum bara nú sjá hvernig liðin stilla sér upp á læti. Og eins og við sjáum og höfum það. Vörnett og Karlinn, ég glemdi að lesa hann upp, hann er flex player. Ef við báði á Reinhardtun og Sarjunni, Sperovin er á förunni með Wi-Fi á Mercyinni, sín Sjark og Mei og Venusett á önnunni. Pínur sem að fara Mercy. Já, en Klassi, hvað með þú lesur yfir snegla hjá hinu liðinu? Hjá döflunum það var Sakila og Asidia með Ryan Roto. Mjög spes. Og svo er Himmi og Superbee og Ash McCree. En heyrðu, þetta er nú bara að byrja. Heyrðu, Himmi er næst í tekin út strax áður en fætið byrjar. Og það þarf nú 30 sekundur til þess að pointið opnast. Og við höfum hérna þessi spennandi. Spyrun á flenginu á förunni með Wi-Fi á skottinu, segir nú bara. Superbee að Super er drepinn! Já, Tóti Mía, ég sá þetta nú ekki, en Walls er splittar af hílinu frá önunni. En djöfla ná fyrsta capture. Heyrðu, Spyrun er drepinn af með Himmi, hvað sem maður segir. Rest kemur fyrir á Wi-Fi restinu. Wi-Fi nær restinu, Spyro er komið aftur. Heyrðu, Reinhardtun er slípaður. Það segir til að slípaður, en hann hittir ekki. En heyrðu, nei, heyrðu, þetta sýnir sem sagt að djöflast taka fyrsta fætið. Nefn að þið ná ykkur neginn að ná sér tilbaka.
Spyro er næsti komið með ult og vörðnettið eru tekið niður á Super B. Það er bara rétt að vona að hann getur meira. Og hérna, Wi-Fi og Karlinn eru á bakka en að minni sko, já hérna, núna bakkaði alveg alla leið. Og eins og sjá, Spíruinn er komið með ultið sitt Já, núna er bara rétt að hvernig þið spila í kringum það. já þetta er sko að gallin með ulti hjá Föru er þú verður kjursettur í hvað, 2-3 sekundur. Já, það er ógeðslega létt fyrir Himma og Super B að taka niður út því þeir eru hitscan. Karlinn er health, Venusett er drepinn af dynamætun hjá Himma. En Spyro Spíruinn nær tekur Himma. nær Spíruinn finnur Super B. Super B. Hörru, En Sett er frá að segja finnur. já, það finnur markið. Úff. Og byrju, Wi-Fi fer fyrir resið. Hún fór aðeins of hátt. Hún misti á Og- resinu. Uss. Þetta Shark vill maður nú finnur ekki sjá. Sakila. Spíruinn Heyrðu. finnur Narún. Þeir eru að snúus. Heyrðu, hvað Shark nær Reinhardtinum? En hún tekið baka. Bobbi Himmi notar kemur og Bob. stólar. Og Er Bobby, Nano að Bobbin? hvað gengur á hérna gott fólk? Þetta er nú æsi spennandi, þetta er meira spennandi en Overwatch líka, það er bara þannig sko. Heyrðu, þetta er bara komið á Hágæða klassa sko. Já, heyrðu, þetta er bara svolítið komið á síðasta fæti fyrir útlegum. Þetta er bara, rosalega tæft. Vörðnett er með shatterið, það er bara spurningu að ná því. Og þeir Þannig að Steytja að voða Steytja rá. frosinn. En hann er ógeðslega Wordnet low. hittir ekki chargeið. Ok, heyrðu, það er hérna, við nota Graf samferja frá frá útlegum. Karlinn. Grafið. Og Hann May finnur Narún. Gemur hæ nú frá Super B. Hann nær yngu með því, en Að Shark getur Steytja finnur repið. Shark. Huge shatter der frá Vörðnett. Hvað er í gangi? Það er Sakia og Ravrock eftir. Og loksist ná að Já. ná er kappinu. En svolítið er þetta bara, þið þurfa að ná að halda alveg í 100% ef þið ná að vilja vinna þennan helming á mappinu. Það er bara, þeir djöfla eru með Shatter og Whole Hog á meðan útlæði eru með Valkyrie og Barrage. Það er bara nú þannig. Og Narhan, hún breytir yfir á Mercy, var Lucia og breytir yfir. Spíruinn finnur Himma. En hann verður Og Spyrun er slípaður úr baráttunni. slípaður. Mun djöfla ná að komast. En nei, Reinhardtin er Þetta eru tekin. big picks frá Kalli á að Já. Seidi og Ragnarok. Mér líst vel á kallinn sko, með 3 ennum. Það er nú mjög áhugavert. Wi-Fi notaði Valkyrie að gallinn er útlæri með engin ults fyrir Já, næsta fight. Djöflarnir er með Hólhók og Setter og koma Já. upp á Nano og Bob. Já, Þetta verður spennandi að sjá hvernig þeir ætla að halda þessu. Já, þetta verður nú mjög áhugavert sko. Klassi, hefur þú ykkur tíma náð að vinna teamfight með ynga ultsum? Bara, Já, maður þarf bara að fá góð picks. já, heldur Ég betur. veit þetta því sem maður er Herru, Wi-Fi er hrikalega low, var auðvitað 1 health, kemur hólhoggið, kemur Kemur shatterið, Superbía. kemur shatterið á móti, nanobústið, Uss, það er það slípaður, slípaður. það er vektan á orð, kemur Bob, Dimmi. Hoppaði Dimmi. á. alveg Og ég sé, djöfull Og maður, djöflarnir ná keppinu. herru, Hann búpa Bob á hann í... já, en Hann spýr hann pellur. spyrun derfinn, Wi-Fi er ókslega low, út Eitthvað af þarf að hún toucha. endi, þú getur, Wi-Fi er 1, kemur Grafið. shatterið, það grafið Pellur, mitt, pellur. já, Sakila Kemur finnur shatterið. Shark. nei, heyrðu, þetta er nú alveg, þetta er búið gott fólk, þessi umferð er búin, eins og maðurinn í fótboltinu sagði, þetta er búið. Þetta er bara, þetta var góður helmingur. Já, heldur En nú- betur, En þetta er núna nú fyrir helviti útlagar að gott. finna 2 möpp til að vinna leikinn. Já, þetta er upp í 2, svo útlagar þurfa að ná að vinna þessi 2 möpp í röð, sem er nú frekar erfitt, finnst á mínu mati. Og hérna kemur Ruins. Já, auðvitað mappi sem ég líka minnst við á Ilios. Já, en þetta er léttilega fallegasta mappið á þeim 3. Já, ég þarf nú að sammála því sko. En núna höfum við aðeins breytingu hjá báðum liðum. Spíruinn að koma Tracer og Og Himmi. Shark er á með kríunum. og Himmi Echo og- og Widowmaker.
Já, þetta nú Þetta frekar er- góð hugmynd hjá döflum. Nota Widowmakerinn út af ranginu. Þið sjáuð kannski lengdina frá einhverju húsi þarna á point. Það er bara vonandi nær hann hitta skoti sín. En núna verða að passa sig út af þeir Já, vantar heyrðu, mjög mikið af þessu damage. Ace, að segja þetta var World Hit tekin finnur að af vörnum. setja. Já. Þeir allir low. Himmi var tekin af Shark. Sakala. Það verður Sakala. Sakala var low í byrjun en náði að fá heals. Sem er nú frekar slæmt fyrir úrlaga en gott fyrir djöfla. Og því supportin fá ult chance. Eins og við sjáum kannski hjá hérna Superbía verður tekin Já. af Shark. Þetta er ekki Já, gott. já. Þetta verður stakkerað. Já, heldur betur. Og það er helviti slæmt að fá stekkar á sig. Trúðu mér, Núna- ég er búinn að lenda í því. Allir þessi Ó. tíma að spila send þegar coach var. Uss. Slamminningar. En Og hættum að tala um gera það. það á PlayStation. Uss. Heldur betur. Og bara það að Heyrðu. spila á PlayStation. Ó, Heyrðu nú, Superbía heyrðu, finnur vörnið World var drepin af trappinu hjá Super. Himmi finnur Shark. en Himmi Spyro Shark. finnur Himma. Heyrðu, Karlinn Þetta er finnur bara- dreipur Superbía. þetta er sko, ég segi, þetta á að vera vinn fyrir djöfla. Og þeir náðu einum tank og einum DPS. En heyrðu, Reinhardt er slípaður. Þeir eru með grafið. Hann getur... Pólsmanni Hvað, finnur hann notar það. Heyrðu, Væfi var dreipið með Valkyríinu. Karlinn er low, bara hrikalega low, ég skal viðurkenna það. Uss, Og það er að heyrðu. snúa þetta. Já, Dota Mía. Ef þetta gæti bara gæst í kompleikum sínum. Og Spyrun er að elda Superbee. Heyrðu, þetta er nú bara vandrarlegt sko. En Venusna deyr af trappi. Já, þetta er nú bara vandrarlegt sko. Jæja, heyrðu, núna bara Venusett er alveg leiðin frá spawn. Snemt Coalescence frá Ragnarök. Já, hérna En kemur grafið hænum kemur og frá grafið. kallinn. En Þetta sjálf stað- að drepin ég veit- áður nátt skotið sitt. Heyrðu, þetta hlýta hann á pointinu núna sko. Hérna Spyrum var tekin. Væfi Þeir náðu er að low stóla þessu í 99. og Væfi var dregin. Já, það er nú helviti gott að þetta náða upp í 99%. Þetta er bara, ef þú nær eiginlega upp í 90%, nær öllum á sama tíma, þá áttu eiginlega bara búin að vinna mappið. Já, En út af því þið eru komið með 99%, þá eru búin að tryggja það ef þið ná pointinu. Og við skulum bara sjá. Þeir Og búin að Spyroinn er komin á föruna. Eina föruna. Ákveður að henda í burtu fórsmáminu sínu. Já, en þú skalt hugsa líka. Hvað er nú djöflar að nota? Þeir eru ekki með neinn hitskja til að taka förun út. Svo mér finnst það nú frekar gáfulegt hjá þeim. En Væfi er... Reaper er teknikli hitt, skjæn. Hvað er Reaper að gera mútið förun það? Segðu mig það. Ég finna að skjóta hana. Hérna, vörnast var nefnum við. Báðu support all sem notið hjá djöflum. Og Shatter er líka hjá hérna útlögum. En hann náðu ekki neinu, hann blokkað. Væfi nota Himmi er Valkyrie. eftir Shark. Shark finnur Himma. Ennu, Æsteinn notaði hérna Shatterið, hann var blokkað. Jésús Kristur maður. Hvernig kemur grafið? Stórt graf. Finnur Narvon og Sigila. Heyrðu, ég veist ekki einu sinni að Spyro var komið með Barrage. Já, Dota Mía. Þetta er bara... Þetta er bara búið. Nema, mun... Að segja þetta er komin á bólinn fyrir En hann var stáli. slípaður, En hann næri en- ekki að stöðsu. Kemur bara, kemur. Þetta er nú æsið spennandi leikur. Núna skulum við... Já, núna fyrir á Lighthouse, mappi sem við byrjum á fyrst. Vonandi þurfi ekki að rísa þetta aftur. Ready for battle. Spyruinn er á Hansun. Væfi er á Lucio. Ég gíska bara fyrir að spýta út. Himmi á Superbee. Með Himmi á S og Superbee með Super... Hvað sem er á McCree. Það er nú eiginlega bara... Svo Kíla og Aseidir og Reinhardt og Winston. Það er frekar stórt. þarna kom það. Þarna skipta við yfir á Sarjuna. Já. Heyrðu, það er bara Reinhardt, Sarja, Mirror hérna í gangi, sko. Og þeir bæði liðin fara út. Með sömu supportlíðina og tanklíðina. Það byrði DPS-inu aðeins öðruvísi. Þetta verður harkalegt bról hjá það.
Já, en þetta snýst núna hvor saginn betri að nota bubblin sín. Hvor Reinhardtin betri Og að nota shield Karlinn sinn. og Spírúin finna 2 Já. pikk. Hérna, það resað himma og Spírun rossar bara. Drepur næsti í nar hún, með hvað sem maður segir. Og Shark slípaður. Og Spírun nær himma. Já, þetta nú ægsi spennandi. En þeir eru ekki enn búin á punktinum. Þeir eru ekki enn byrja að fá prósentutölur af skjáin sinn. Og þeir fara af. Það bara C9 hérna í gangi. Narun næstu er tekin út. Já, það nú slæmt að við tekin út strax sem support, sko. Maður getur kannski unnið fætið 5 á móti 6. Worldnet vinnur að segja. Já, þetta bara alveg skelfilegt. Karlinn nær Super B og Shark nær himma. Þetta þetta sundur hjá döflunum. Já, þeir þurfa bara að hard resetta núna, sko. Þetta sko, Spírúin og Worldnet eiginlega bara að kerja, sko. Finnst mér. En hvað finnst þér? Stór plays frá báðum aðilum. Já, heldur betur. Það er að díla við svona. Já, og heldur erfitt að díla við góðan Reinhardt eins og mig. Eins gott ég keppi þessu móti. En Worldnet slípaður, hann vektur aftur. Friendly bubble nota hann Superbía er að koma á flankið. Já, Spírúin nær himma. Kemur bæði shatterinn. Já, en Karlinn var tekin út með shatterinn, en það skiptir ekki máli. Það er bara Spírúin nær hud. Illa með Spírúin hérna. Já, Spírúin verður tekin út af Ragnarök. Ég sagði þetta ekki. Ragnarök. Já, ég sagði alls ekki nakkana í endan. Ragnanak. En við skulum nú, en ég held... Við erum komin að bólinn hérna. Já, það er ból Winston Tracer. Sakila verður andiðaður. Já, Sakila er low. Já, kemur tæjarið. Allir low í hinu lið. Spírúin finnur Superbía. Heyrðu, það er bara, gefur hæ núnið. Ná, hún var tekin. Væfi nota resið. Sarkur er púpaður af. Nei, misti ég á því? Hérna kemur... Himmi dettur af. Nei. Væfi tekur ACD. Og þetta fór bara leið. Og útlæðar taka fyrsta mappið. Já, þetta var nú hörku spennandi leikur. Við skulum nú sjá hver fær play of the game. Tíkalegt. Spírúin. Spírúin nær play of the gameinu. Við skulum nú sjá frá hans sjónahorni. Djúr, hann er ekki hann hitta neitt. Hann hittir ekki aftur. Hann hittir mörgina sem stóð kjur. Já, heldur betur. Og nær Reinhardtinum. Þetta var helviti vel spila hjá báðum liðum. Þetta er bara svona. Svakalegt. 1-0. Fyrir útlögunum. Já. Þetta er sko klassi. Hvað finnst þér með að breyta á djöflum? Ég verður að passa sig á Spírúin. Sérstaklega það að hann er á þessum hæggrjáns og skjóta bara niður að það. Ég verður að vera með einhvern á honum og tilbúin að taka hann út, sko. Já, það er nú sama skoðun sem ég er með, sko. En það er líka tenganir hjá djöflum þurfa við meira ákveðin, finnst mér. Það er bara að passa sig á anti-natunum hjá Venusat. Hann er búinn að vera að fá hellinga anti-nates á báða tankana, sko. Já, þetta er nú alveg... Þetta er spennandi, sko. Og hérna, við skulum bara henda okkur í annan mapp. Og það verður... Allir bílarinn er að setja rétt í chatið. Já, ég er nú búinn að setja í chatið, klassi. Líka, ég sé tilbúinn. Og áfram mjög smjörið. Það er nú Bani. Ég vil vera sérstakur, skrifa allt orðið. Já, en þetta er nú Bani. Mappi sem ég hata mjög mikið. Mér finnst það svo leiðilegt. En núna skulum við sjá Hérna, sko. Numbani er hybrid. Fyrir þá sem vita ekki, það er nú þau ná fyrst einum punkti á að við getum fært payloadin. Sem er þá bara þessi hérna bílleila. Og það þau ná 100%
svo getur haldið áfram. Og við skulum nú sjá. Ready for battle. Djöflar byrja á attackinu og útlæðar á defensinu. Og útlagarnir eru búin að færa Spírúin yfir í tankin. Já, Spírúin komin á dífuna með Wordnet og Winston. já, og Karlinn er á Tracer og Shark á Sombrunni. Veifi á Lucianum. Já, þetta er nú frekar áhugavert. En við skulum nú tala aðeins teamkompið hjá djöflum. Winston, Wrecking Ball og Genji Echo. Já, ég held þessi bara fara full dive. Já, Það er bara aðeins. Við skulum nú sjá hvernig þetta gengur hjá djöflum að taka. Eins og við sjáum hérna þá er Shark að skjáta. Að segja hvað, hvað þau eru með. Og eftir 5 sekundir þá fáið þið að sjá hvað hinn liðin er að nota. Og þeir hérna fyrir ofan að undirbúið sér fyrir dive. Við skulum nú sjá hvernig það gengur. Super B er að fyrir ofan á. Og Sakia hoppar inn, en Karlinn nær Ragnarok. Þetta er nú frekar spennandi. Sakia er á pointinu. Og Himmi er help. Og hann er... Wordnet finnur Narhún Já, og Super B. Það er nú Himmi tekinn af Karlinn og Veifi nær Sakia. En Asidia tekur Karlinn. 1 mínúta búinn. Og núna kemur stóra skiptingar frá döflunum. Já, Þeir eru bara farnir á brólið með með Reaper Junkrat. og Lucy og Moira. Já, Þetta er... Ryan Hatsarja. Þetta er sko... Virðist nú að Karlinn sé búinn að skáta pussið þeirra. Já, þeir fara þannig fyrir neðan. Þeir pusha inn, þeir ná Það Karlinu. segir ég að finna Karlinn. Já, það er slípað og vinni setti enda á hægrundu. En það skiptir einhver máli. Startföllur. Já, Veifi, Huge Antinate. Himmi fyrir á sjálfbættin hægrundu. Himmi er tekinn á Spírúin. En það er samt ennþá að captura. Þeir komið með 49% af capture pointinu. Vel gert á Wordnet að vera að stóla þessum pointi. Já, og fá nanoboost á sama tíma sem heldur með aðeins lengur lifandi. Kemur bomban frá Spírúin. Nær yngum sorglega, en Asetan er low. Venusnað finnur Ragnarok og Shark finnur þessa kýla. En Ít Súpi frá nær Veifi. vörnum. Já. Þetta er sko, mér fannst þetta helviti flott fætt hjá báðum liðum. Þetta er nú nægilegt. Þeir hefðu nú geta kannski beðið með bítið. Já, það er akkurat það sem ég ætla að segja, ná að spara bítið. En þetta er bara, og hún tók sá ákvörðun að nota þetta. Ef hún tapar næsta fætt út en hún var ekki með bítið, henni að kenna, too bad. Í næsta fætt þá verða þeir komið með EMP. Já, EMP, já, alveg EMP-ið er stór hættulegt sko. Þótt að gera ekkert damage, en Huge Antinate. Super B er low, Ragnarok líka rosalega low. Primally frá Wordnet. Herru, kemur Coalescence-ið. Himmi finnur Spírúin. Já, núna var ég góð hugmynd að Huge bussin. Farið inn. Þeir ná að drepa alla. Veifi er fallin og Wordnet er fallin líka. Notu ekki EMP í þessu fætt. Nei. Það hefur kannski bara, hann hefur tekið eftir þegar 2-3 hefur verið teknir út. Þá bara, heyrðu, ég ætla ekki að nota það. En núna sjáum við, því að þeir eru búin ná fyrsta búnum, þá byrja þeir að færa payloadið. Spírúin heldur pressun uppi. Já, og Spíró Djöflar myndi ég, eru með hérna, með Death Blossom, Riptire og Beat. Þannig kemur bobbalið. Og Himmi það er rétt að sleppa með lífi sínu. Þetta er nú orðið alveg hrikalega spennandi. Karlinn er tekinn af fægistræki. Ég ætla einmitt að fara að segja að Himmi hann þarf að passa sig þegar hann er teleporta svona upp á hægrándi. Já, en það sýnir bara að hann er óttalaus. Hann er ekki hræddur við neitt. Með nafni þess að Himmi þá skiljanlegt að hann er ekki hræddur við neitt. Heldur betur. Eru Spírúin nota bomb? Veit ekki alveg af hverju, en... Það er væntanlega bara til að fá mekkið sitt tilbaka. Já, mér finnst það mjög líklegt, en... Hérna kemur Beatið frá djöflum. Nanoboosti frá... Nanoboost og á Wordnet. Primal Rage.
Já, Vörnit, síðasta pointinu. já, það er bara nokkrir metrar í annað point en á öðru pointinu. Himmi teleportar af Venusett. Nær hann killinu? Nei, hann... Vörnit fellur. Huge og shatter. það- Á Já, önunum huge settir. Og þið ná öðrum punkti. Eins og sjáu það er bara 2 hættulegar beygjur hérna. Ég er bara að hýsta hvernig ekki umferðarmerki hérna sem segir hættulega beygja. En þetta er Þetta er ekki bara 90 gráður. heldur betur. Stór hættulega beygjur. Þetta er bara blind beygja. Bara Heldur betur. Hérna Ef kemur einhver kemur KLS-ið frá djöflu. Karlinn nota pólspann og hitt ekki neitt. Stórstandin eitt og að segja, Já. hann fellur. Já. Karlinn er fallinn hjá... Hérna kemur Riptide. Nú hann ná ykkur stóðu. Hann Hann er finnur double-killi. Vinnusett. Og vörnandi drefn Tire. Shark finnur Himmi er Himma. tekin af FI. Shark nær Himma. Superbjörn. Næ Spiruinn. Núna þarf einhver að stála. Karlinn Já. fyrir í stað. Karlinn er á pelotinu. Shark er tekin. Vörnat er nú bara eins og... Mæfi resa Shark. Já. Kemur nenobústið. Shark finnur superbíja. Já, núna segi ég... Nano er á Wordnit. Huge Já. shatter. Já, hóri Finnur mónu. 3. En Wordnit. En klassi, núna það ég að segja. Gallin er, þeir notu öll olds. Útlegar nota öll oldi sín. En það er þessi komið með high noon og pólsbom. Pólsbom. Já. En það er líka... 60% í grafi. Já. Það með En þess að gallinn kíla er er núna. 30% í grafi sitt. Já, það er all gallin. Þeir Jöfnvel notu líka oldi sín. Mér finnst það... Hörru, Superbíja finnur Superband, kallinn. næ kallin. Vörnett George er inn, eins og Platt Reinhardt gerir. Ég veit ekki neitt hann Platt eða ekki. Ég ger þetta oft. Hann finnur að setja. Já, heldur betur. Og Himmi verður Himmi nota Death Blossom og hann var stonnaður. stónaður. Guð mig góð, ég vorkinni fólundri mínum með háar mínum. Og grafi Grafi kemur. tvo. Núna er bara góð hugmynd fyrir Djöfla að bakka. En Vörnett er næst í komum með Shatter, vantar bara 20% upp í það. Wordnit passa sig að chargea beint á payloadið á engan þegar Já. allir voru döðir. Heldur betur. Professional Maður þarf- gameplay. Já. Þetta er sko, það er 4 ults hjá Djöflum. Meðan hjá útlægurum að vera 4. Þetta ætti að vera vinn fyrir djöflana. Já, eittir nota bara allt saman rétt. Kemur Shatter, hittir Shatter ekki verður neitt. blokkað. Karlinn low, karlinn tekin. Kemur nennabústið. Og Valkyrie. Himmi. Venusett. Þeir nýttu ekki Býruna tækifæri hægrandir finnir Himma. Já, hérna. Báður. Já. Hættu nú alveg. Íkala vel spilaði á Spýruinn að fara inn upp á hægrándi og taka út Já. spilaðarna hjá döflanum. Þetta er bara heldur vel gert hjá Wi-Fi að ressa alla á réttu tímabilinu. Þú kannt íslensku og getur þetta. Heldur betur fjalli fyrsta ári menntaskóla í íslensku. Ég skal viðurkenna það. Ég var með 3 einkunn. Og kemur Riptide frá Super... Huge anti-nut. Ó, byrju, nei! Shark nær. Shark finnur Himma. Huge shatter á að smitja. Nei, heyrðu, þetta er búið. Þetta er búið. Þið ná kannski einhverjum lokkun sentimetrum áfram, en þetta er búið. Það er bara Moiran eftir. Og Sarian. World Cup russar Wi-Fi og bara að kýla eftir. Á, Og það endar á 69. Nice. Nice. Funny number. Við skal lofa ykkur það, við erum ekki svo einu sem er barnalegir í chatinu hérna. Mæfið með okkur hérna með 69 POG. Nice meters. Heldur betur, þetta er heldur næst sko. Við erum ekki svo einu með barnalega húmórin. Ég hef nú bara tilfinningun að djöflaninn tóku þetta bara til að fá hana nice númer. En að segja eitthvað hefur meira næst? Hvað er meira nice? 69. Það er meira næst. En við náðum því sorglega ekki. 69,56 metrar á öðrum punkti. Það var bara þró hjá djöflunum að ekki ná upp í 69. Að heldur betur, ég held við þurfum bara að reporta liðið þeirra til mótstjórn. Þetta gengur í.
Já. En núna er það útlægar á attackinu og djöflanir á defensinu. En að útlegarnir þeir ætla að halda sér við sombruna. Já. Sem er nú bara frekar góð hugmynd, sko, á mínu mati. Já. Ef hann nær góðum ekkum þá er mjög auðvelt að ná fyrsta point. En það verður að nota EMP á réttum tímum. Það gengur ekki að halda á EMP-inu mjög lengi. Já, nefnum þú sett. Ég sem er búinn að spila alveg þokkalega mikið á sombru, þá er yfirleitt betra að reyna að vinna teamfights með EMP-inu heldur að vera með það. Vinna setna rétt hoppa yfir trappið. Og, hörru, útlægar er á dive kompi. Síðan er... Þeir eru að splitta þessi pínu upp hérna. Já. Sem er nú sem er góður leið til þess að plata hitt liðið. En þegar ég fatta að supportin er ekki hjá þeim og Karl er tekinn. Fellur, Spírun er dímekkaður og Wordnit fellur. Já. Allt saman að þetta sundur hjá þeim. Það var lokað gjörsamlega á það. Já. Þetta var... Þetta er eins og... Það farið illa með á þarna. Þetta er bara eins og Ísland núna. Á loköllu. Já. Það er nú bara hundlegilegt. Einu sem lokaðist ekki á landamæri. Superbía verðist vera að skjóta sinna eigin liðsfélaga. Já, ég sá þú nú ekki en þú ert með eitthvað annan skjá. Nei, er þetta bara eitthvað svona big brain angle sem hún er með hérna? Já, það er heldur gott með alltaf gott að við með heldur góð angle, sko. En supportin er þannig fyrir neðan. Dævi kemur hægra meginn. Já. Spírun, hann verður dímekkaður. Spírun dímekkaður. Heyrðu, Karlinn nær, Vinnusett nær Ragnarok. Superbee nær Vinnusett. Spírun fær mekkinn sinn aftur. En Superbee er tekinn að Shark nær Vinnusett. Hvernig kemur Bob? Og það getur Bob eitthvað. Og Bobbin verður pushað á pointinu, hann næri ekki einu sinni stólum. Hann næri ekki að testa og hann er hakkaður. Karlinn er að taka Bob núna út, en hann hoppar í burtu ánum við dreifinn. 4 mínútur og 42 sekundur. Og Shark er alveg að vera að koma með EMP. Já. Sem er nú bara stórhættulegt. Það þarf bara 1 EMP til þess að vinna teamfight. En maður verður að vera að passa sig með að nota einn EMP. Verður... Þú þarft að vera á rétta standum, sko. Það verður að vera með clean up líka þegar maður notar það. Það þýðir ekkert að EMP og svo bara horfa allir á. Já. Huge á kallinum! Huge postbone! Karlinn finnur Himma Ragnarok og Superbía. Góðu, og Spírun finnur Narhund. Já, hvað er að skýtur hana? Já, heldur betur. Þetta er bara eins og SF Shock í 2019 Grand Final, sko. Við erum bara að vera að steamrolla djöflana hérna. Og nú bani. Þetta er samt æsið spennandi. Wordnet er mjög framalega. En út í því hann var með hoppið þá rétt slapp hann. Og Himmi er endjaður Himmi finnur Wi-Fi. Já. Hackið kemur að skýra. Kemur EMP. Massíft. Það segði því að betur. Það er bara einum. Riptide finnir Shark. Já. Þeir koma með ressið á að segði því að. Wordnet finnur Superbía. Settur á Wordnet. Bítið kemur til að berga. Hann er bara farið með. Kemur bomb. Bombið kemur. Dímekka Spírun. Einhvern veginn náðu Wi-Fi að lifa þetta af. Þegar það fyrir sig bak á pílótin. Astia er hakkaður. Á sombrunni. Persónulega var þetta algjört þró en það er erfitt að sjá hvernig sá með eigin augum. Já. Og við höfum hérna útlegar eru með 2 mínútur. Já, núna bara skiptum við útlegunum. Já, það er skipt alveg tenglænu yfir Reinhard Saria. Shark er fann Krí og Wi-Fi er á Mercedes. Við unumst það, Himmi, huge fix. Það er spurningi, þið nota res og fyrir þá sem er ekki við það. Res, þú getur bara notað einu sinni hverju 30 sekundum tímabili. Sem þýr næsta res frá útlegunum verður eftir 30 sekundur. Shark er one í backlinenu. Shark fellur. Já, veitu, hvað er pólsbommi? Karlinn viffar pólsbomminu. Þetta er alveg hrikalega slæmt. Wordnet vinnur að sitja
Og Himmi! Merkin er Sakila. Himmi með huge með crotch! tvöki. Spyrun er lon! Mátti halda að ég var í Wordnet og spila. kallinn eftir. Wordnet er döð, karlinn tekinn. 5 mínútur eftir, gott fólk. Þetta gæti ekki verið meira spennandi. Núna verða útlaganir að passa sig þegar þeir labba út. Þeir eru með Junkrat og fara. Þeir geta ekki leitt sér að vera pikkaður off á hann er komið Já, þetta er sko gallinn hjá útlöfum var að nota ressi og Karlinn finnur Sakila. Já, Núna gallinn er... hún fær ekki hann að dífa ekki sitt í þessu fæti. Já, en hörru, hvað sjáu þið hérna? Spíruen. Hann pussa Superbía. Já, Superbee næri ressi og sleppur með lífi sínu. Og það er að bara spamma inn. Við erum að nota Bobble og McCree. Hörruðu, Wordnet verður búpaður á. já, Ragnarok finnur Venusat. alveg þetta En getur þetta ekki. kemur. Já, Wifi notar ressi á vinnusatt eina ferðana enn. Kemur eitt Riptide hægri. kemur. Já, Finnur Wordnet. já, Venusat slípar Superbía. já. Bara vonandi ná að killuna á hann. Hann er Og endið þeir- og hann er tekinn. Sakia Venusat dævar finnur upp. 2. Já, holy moly. Kemur Nenoið. Frá djöfulum. Kemur að Seidia. En útlagar er nógu gáður ekki að pússa inn Neno og Reinhardt. Shark pushar Rænartinn. Já, Og heyrðu finna þetta. killi. Núna er best fyrir djöflan bara að resetta strax. En þetta Ein var mínúta. ríkala gott defense hjá djöflunum að Já, stóla heldur út. betur. 1 mínút og 50 sekúndur eftir. Og núna erum við með Bras og Shatter fyrir næsta fætt. Já. En útlegarnir eru með Shatter Shatter og annar Graf Dragon. Sem er Þetta- hríkalegt kombo. Já, þetta getur endað á sekúndubrotinu sko. Bara með því ít og eitt takka Q, þá getur unni leikinn. Já, ég veit, mjög spennandi, eitt takki, en þetta getur ekki Þetta meira er spennandi. Overwatch. Já, kemur Shatter, Og hann á Tíja blokka, verður tímekkaður. hann kemur, Grafi kemur. Shark fær 2. Og Dreikin kemur. Og Þetta, þetta virðist vera búið fyrir útlegana. já, Sakia er ekki í mekkinu sínum og er tekinn. Ragnarok reynir að stóla í smástund. En út af hvernig spónin eru, þá getur það ekki snert. Og þetta Þetta er fer. 2-0 fyrir 0. útlegum. Þetta getur ekki verið meira spennandi. En hver heldur minn fá play the game? Ég held að þetta verður Superbía með ekki triple menn hana bólspámi hjá Já, ég var reynda spenntur fyrir að sjá það frá hans sjónahorni. En Double kemur Riptide-inu. Sum play the game sem var mjög áhugaverð. Við skulum bara, við Þetta var getum öll. mjög fínt sko. Getum við ekkert en- verið að taka neitt frá Superbíu. Nei, nei. Þetta var bara fínasta game. Þetta var heldur flott hjá þeim. En svolítið bara ekki nóg. Það er nú bara alveg. En það verður samt að segjast að 2-0 segir ekki alla söguna af þessum leik. Þetta er búið að vera æsi spennandi map hjá báðum lið. Það heldur betur. Þetta er, sko. Þetta er nú orðið æsi spennandi, sko. Er bara reverse sweep á leiðinni hjá döflunum. Ég er að rétt. Ok. Ok. Það er písið báðum. Það Þannig að drullleik og klósting. er nú eitt hægileik. Og það er eitthvað pínu highlightina.
Já, halló. Ég vonaði skemmti ykkur klósitinu og núna heldur áfram leikur. Útlegar eru 2-0 yfir eins og en það segir ekki alla söguna. Þetta gæti alveg snúist á sko sekúndubroti. Þetta er hæsi spennandi. Kannski síðastana eða þessi bara 3 viðbót. En ég er nú rétt að vona að djöflar nái en það eru vörsvípinu. Ég vill ekki að þetta stoppi núna sko. Við getum ekki verið með þetta stanslösa 3 over. Guður, Það gengur ekki. það kom nú fyrir á Overwatch líkinu að einn leikur fór í 7 möpp. Ég var nú... Hann er svo kallað toilet bowlið. Já, Toilet Bowli með Houston Outlaws og Boston Uprising. Það var æsi spennandi leikur. Já, hann var æsi spennandi og bara Það hrikalega skrítinn. Það var samt leikur og sjá hvort liðið gæti spila verð. En það er allt önnur saga hérna. Já, Núna er þetta bara æsi spennandi leikur og verður tveggja mjög góða liða. já, og Hanamura. Mér líkar ekki vel þetta mapp, en þetta er bara mapp maður vill aldrei spila í komp. Þetta er líka 2CP man. Já, heldur betur. Og fyrir þá sem vita ekki Satt er að tala krakkalakka sem ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Já, það hlýtur við eitthvað svona enga hjúma hjá útlegunum. En fyrir þá sem vita ekki, 2CP er það eiginlega bara svipað og hybrid, nema það er engin payload, það er bara 2 punktar sem maður þarf að ná. Og það er mjög algengt fyrir lið að dróa á þessu mappi. Nú það er mjög auðvelt að til dæmis eins og í síðustu vikur, Bölvin Búlangavíkur á móti Tröll, þá héldu Bölvin í 6 mínútur á second point hérna. Nei, 6 mínútur. Já, þannig að það var einhver hrikalega góður F-spilari sem heitir Gassi sem bara drápa hvers skeiti sem við ætlaði að koma með. Já, Það er nóg með það. Já, við skulum hætta að tala um leik í síðustu viku, þeir eru ekkert sérstakir. Það er bara leikurinn núna. Ha? Heyrðu, hvað sagðirðu? Ha? En við skulum nú fara að tala aðeins kompið liðana. Það er Spyrun aftur á tenginu og Sarjunni á Vörnet og Reinhardtinu. Karlinn og Hansson og Sharka May, Væfi og Venusat og Mercy og Anna. Og já, dublunum, það er bara Reyn Sarja, Junkrat, Reaper og Lucio. Já, heyrðu, þetta líti ekki vel út, sko. Þeir eru að taka Bölvin startið hérna. Já. Nema að þeir skildu 2 eftir í tjókinu. Og Ragnarök föllu fyrir Venusat. Já, þetta er nú alveg... Og þeir finnur Spyrun. Já. Þetta er huge pick. Og Venusat. Já, en núna þarf Væfi að velja. Það segir að reyna að setja liðið sitt á baki. Já, það er nú frekar erfitt að gera það þegar maður er að spila Reinhardt. Maður gerir jo oft allt saman í liðinu en maður getur ekki alltaf unnið bara með einu player. En það er nú 3 mínútur eftir að leiknum. Báðir Reinhardtinir að koma upp á setterinn sín. Já, næsta aðeins undan með 3%. En hann er næst í tekin. Huge setter og snart. Já. Nær hann honum? Nei, en mjög snart setter og himma. Vörnat nær betri chatterinn með 2 í. Sem er náður hrikalega svolítið. Vörnat er half health. Það er mjög mikilvægt að Leifur sig að stakra. Já, þetta er nú alveg slæmt sko. Fyrir þá sem vita ekki, þegar þú ert tekin út í Overwatch, þá þarftu bíða í 8 sekúndur. Venjulega, en í overtimes, þá er það 10 sekúndur. Það fer eftir hvað er mikið fólki á pointinu. Hvað er respawn timeinn langur. Heyrðu, Himmi swappar yfir á förrun og hann er á Mercyinni. Spyrun er komið með Graf og Karlinn er með Dragonstrike. Væfi er með Valkyrieð. Já, heyrðu. Karlinn finnur Ragnarök. Já. Og það segti að fellu fyrir vörni. Já. Þetta er alltaf þetta er sundu fyrir djöflana. Já, ég held bara að pressan hefur farið í þá. En við skulum banka smá við núna og segja 7-9-13 hérna. Svo við megum ekki jinxa leikinn. En Super B er með Riptide og Ragnarok er með Coalescence.
Ragnarok. Ég segi eitthvað, þú veist það. Já, ég skal ekki leiðrétta þig. Heldur betur, ég féll í íslensku. Herra fjall á íslensku. Og aðstætt á Wrecking Ball, næri snett punktin í sekundu. En Karlinn finnur himma. Já, Karlinn En hún verður rössaður. Já, heldur, holy moly, Karlinn að kerja, sko. Og Karlinn finnur hann aftur. Karlinn himma með headshoti. Vakaleg play frá Karlinn. Drap föruna tvísar. Ég ætla að segja þetta núna, Karlinn Karlinn. Hann bara aða Karlinn, sko. Hann Karlinn, sko. Og þetta nú leiðilegt að sjá. Spyroinn nær Super B með stagger. Það er nú alveg slæmt að sjá, sko. Það segja komin á bólinn. Já, þetta er síðasta fight, sko. Þetta er næst síðasta fight, sko. Sakila með grafið. Finnur engan. Nei, þetta er fyrirgjöf, þetta er grafið að spila. En byrju, hann einhvern veginn að blokka þetta, heldis mistarinn. Algjör mistari. Og heyrðu, og það er verið að stagger. Nei, Spyroinn fellur fyrir Narn. Já, en Karlinn ressaður, ég tók ekki eftir, hann var fallinn. Og þeir eru ekki með rest fyrir Spyroinn, þannig að þeir verið án Sarju í þessu næsta fætt. Ok. Það setjast næstur. Já, ég held að hann fór aðeins og snemma af stað. Hann það snerta aftur. Ok, 2 á point. Og núna er það að pussa. Blizzardi kemur frá Shark á pointinu. Þetta er allt út allt. Himmi kemur með brasið. Karlinn tekur himma. Ragnarok tekur Bensa. Karlinn tekur Narn. Karlinn kemur þér ekki stækið. Væn fyrir Ragnarok. Og þetta virðist vera komið. Kemur Minefield. En það er enginn til þess að snerta hjá döflum. Sakila reynir að kosta baka en bara nei. Hann var bara aðeins svo seitt. Svakaleg play frá honum. Karlinn á hans og honum. Karlinn er með. Já. Sá maður er brennandi heitur eins og er. Já, Jesús Kristur. Þetta er sko að núna þarf djöflar að halda hérna í 4 mínútur. Til þess að ná draw. Svolítið getið þið ekki unnið þetta map, en... Það verður að vera draw. Já, ef þið vilja halda áfram. Eftir 5 sekundum fáum við sjá... Því þú nefndir að í toiletbólinu, þá voru held ég 2 draws í þeim leik. Já, það var draw á Blizzard World minni mig. Og á 2CB mappinu. Og á Anubis. Já, heldur betur. Þetta var alveg hrikalegt. Sem betur verið horf ég ekki á leikinn. Þannig að ég ætla að hætta að spila Overwatch, sko. En eins og ég segjum, þetta er miklu betri lið. Heldur betur. Ég meina, það er enginn Karlinn í Boston Uprising, sko. Nei. En við skulum að sjá. Útlagar með sama kompið notuðu fyrir defensið. Síðan djöflar eru með Diva Reinhardt. Á defensinu. Með May Ash og Baptiste Mercy. Já, það er góða með Baptiste að hann getur berga lífið liðans. Það er spes komandi frá útlegunum. Hann droppa vegnum aðeins og snemma. Ég held að bara Wordnet komast ekki upp, en þeir ná D-Mac-inu að spila. Já. Og Wordnet sittir LOL in chat. Ég veit ekki alveg af hverju. Wordnet er frosinn. Og næri Super B. Já. Þeir eru 4 hérna eftir. Að sitja finnur, Narn. Já, nei. En... Jú. Nei, Mæfi. Mæfi, afsækja þetta gott. Vitlaust lið hjá mér. Já, heldur betur. Hörðu, já, sorglega... Tequila fer í mekki, en sorglega er þetta búið. Það er ekkert reverse sweep í gangi. Nei. En þetta er bara... Þetta var helvitið vel spilað hjá útlöfum. Og Karlinn með sharpshooter. Þetta er bara... Já, núna fáum við sá þessi kill á föruna. Já. Uss. Ná! Þeir ná ekki með síðasta kill á fara, hvað meinarðu?
sko, ég fá bara endurgreitt á þetta, sko. Já, Þetta gengur ekki. Já, þetta er alveg skelfilegt. Bara alveg. Ég ætla... Já, núna kom interview, já. Já, og það er nú komið aðeins hérna í viðtal. Það er nú spennandi að sjá hverjir vilja bjóða sig fram. Ég er ekki kaftinn í báðarliðum sem kom í viðtalið. Jú, það er nú rétt að vona að þeir þóra að koma í viðtal við okkur tvo. Sko, það er allt í lagi, þótt að við erum mjög myndarlegir og stórir, það er ekki að... Sakila? Já, ok. Já, Sakila kemur fyrst. Sakila! Já, góðan og blessaðan daginn, Sakila. Já, góða kvöldi. Þetta var nú heldur vel spila hjá ykkur. Já, takk fyrir það. Gekk ekki alveg frá vildum, en svona þetta. Það er, sko, 3-0 segir ekki alla söguna. Þetta gat að fara báða leiðir, bæði Numbani og á Ilios. Það er erfitt að taka frá ykkur að þið spiluðu þennan leik mjög vel. Já, takk fyrir það. Nei, veistu hvað, ég þarf að viðurkenna, þetta er nú fyrsta leikur sem ég kasta og ég er bara helviti sáttur með bæði liðin. Það var frábært gameplay, sko. Já. Það er gott að heyra. En hvað finnst þér með að breyta hjá ykkur? Já, við vorum í rauninni bara ekki alveg að finna svörin, sko, þú veist. Þeir voru bara að spila rosa vel og hérna, já, við bara einhvern veginn náðum ekki alveg að svara því, þú veist. Gekk náttúrulega ágætlega á Numbani sérstaklega, en ekki alveg nóg vel. Já, þetta var nú helviti flott hjá ykkur, sko, en sorglega og þetta er ekki nóg. Nei, ég mitt. Erfitt að spila á móti svona sterkur spilum sem gefðu heiðarlega tilraun. Já, algjörlega. Hvern myndir þú velja sem besta spilarinn ykkar liðs? Okkar liði? Já. Það er góð spurning. Ég veit það ekki. Mér fannst enginn eitthvað standa upp úr, en mér finnst enginn verið eitthvað að arfa slakur. Við vorum einhvern veginn allir bara svona... Viltu sjálfa þig? Nei, ég var ekki nóg sterkur að róta okkar á... Það mun enginn gagnrýna þig. Viltu bara sjálfa þig? Alls ekki, ég myndi gera sjálfur. Já, ég var ekki alveg nóg ánægður með mitt gameplay, þannig að ég ætla ekki að gera það, en ég segi bara Narhún. Það er bara Mercy Legend. Það er bara gaman. Algjörð Mercy Legend. Já, heldur betur. Svo sem vel í ressunum. Já, mitt. En þetta var nú heldur verið spila hjá okkur, en svolítið bara ekki nóg og gott. Nei, ég mitt, hann Spyroinn var svolítið að fara illa með okkur og sérstaklega eins og Numbani, þegar hann fer Zarya og tekur high groundið eiginlega af okkar DPS-um á Zaryunni, það var alveg erfitt að svara því. Já, það er mjög erfitt að díla, hann er hörku góðu tankspilari og DPS líka, sko. En þetta var mjög vel spilað og bara takk fyrir komuna. Já, takk hérlega fyrir það. Og gangu vel í næsta leik. Já, takk fyrir það, strókar. Þið takið hann léttlega, koma svo. Já, við reynum. En bara til hamingju með fyrsta castingleikin ykkar. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Já. Ekki horfa á streamer eftir á. Já, og svo heyrjumst mér að við fáum Wi-Fi. Já, góða blessaðan daginn. Hvað segir þú gott? Ég segi nú bara fínt. Til hamingju með sigur. Já, takk fyrir. Við erum mjög... Hvað passar þú þennan leik? Mér fannst þetta actually bara mjög skemmtilegt að spila þennan leik, sko. Ég var eiginlega bara í stuði allan tíman, sko. Já. Íkvæmlega play koma fram og tilbaka. Ég ætlum bara að segja hérna heldur góð res hjá þér. Takk fyrir. Þú sendið mér skilabúð undir hóttir og ég ætla ekki að standa meira um það, en... Hvað? En hérna, þetta var... Hún hótaði mig, Já, hættum tala um það. Ég hættileg. Heldur betur. Hérna, Wi-Fi, hvernig fannst þér liðið ykkur að spila? Sko, við erum náttúrulega, hann Gemlingur komst ekki í kvöld, því miður. Hann var að vinna, helviti. Nei, djók. Vinnu? Já, nákvæmlega. Hann er greinilega ekki atvinnu Overwatch spilari, sko.
Ég bý nú bara hjá foreldrunum minnum og Já, hann verður bara... nú vinna fyrir sinn pening, sko. En já, þannig að, en hann kallinn alveg kominn klöts hérna, sko. Heldur Já. betur. Það var bara, Heldur betur, kallinn var að gjörsamlega rústa Hansonum á Já. hann. Já, þetta var bara Algjörlega. besta Hanzo player sem ég sé hérna á Íslandi, sko. það var bara í sig pokkutan, sko. Hann er miklu betri en þessi hann að reyni. Já, ég er sammála. Ok. En Einar hérna, heyrir þetta. heyrðu, Ég- hérna, ég er MVP ekki- í liðinu MVP, ykkar. vin MVP. okkar. Já. Ég segi bara kartinn fyrir að koma og Kallinn sko. er með þetta. Kallinn. Kallinn. algjörlega, sko. En hérna, Já. til hamingju með sigurinn á 3-0. Takk fyrir. Þetta hlýtur að Við gefa vorum að búast góða við- spennu, sko. Já, við vorum nú að passa okkur á reverse sweep, sko. Já, það ekki Já. það. Þurfti Ég nú að tók- stoppa það, sko. Já. Við nefndum það nokkru sinnum, en Já, Það var nú einhver í liðinu þínu sem var mjög ósammála því. nú. já, þeir bara Jæja. tóku og þeir bara tóku slapp og okkur. Já, algjörlega. Heldur hlutur. Núna er ég eftir að ég fæ hana angry message í Já, DM frá nákvæmlega. liðsfélagi mínum. Já, ég á ekki von neinum DM-um. Kannski frá vinum mínum. En Já. hérna, En allavega, til aðmingum með leikinn. Þetta var Já, mjög vel takk spilað. fyrir. Takk til fyrir. hafing með sigurinn og var vonandi gengur vel næstu leikjum hjá ykkur. Já, ég vona það. Takk aðeinslega. Já. Heyrðu, takk fyrir spjallið. Já, takk fyrir samleiðis. Bæjó. Bye bye. Bye bye. Og heyrðu, eins og við heyrðu þarna frá Wifi og Sakia. Þetta eru... Híla. Þegiðu. Wifi er mjög sátt við liðið sitt. Kallinn kom til vara sem ég þarf nú að segja, hann er heldur flottur. Og þetta var nú alveg hrikla spennandi leikur. 3-0. Þetta hlýtur að hjálpa þeim eitthvað í riðlunum. Nei, í deildinum, hvað sem að kallast það. Þetta er nú Þetta er byggar. Já. Og hérna, bara vonandi gengur þeim bara vel á næstunni. Vonandi Og ná nú- Tjölvar eitthvað lagað til hjá þeim. Og vonandi gengur bara útlegan bara vel á næstunni. Og núna ætla bara að segja takk fyrir mig. Ég heiti Ólafur Einar Sigurðsson og með mér er. Víðir Freyr Ingimundsson er kallað Vitti Junior. Og við bara þökkum fyrir okkur og þökkum fyrir að koma að horfa í almenna byggarnum. Já, takk fyrir kvöldið gott fólk og eigið gott kvöld. Njóti kvöldsins.